Arnar, þú varst að kynna þennan tvískiptan hóp fyrir leiki gegn Japan og Argentínu. Bara ef við byrjum á verkefninu sjálfu, hvernig leggst þetta í? Mér leggst bara mjög vel í mig. Það ekki hverju degi sem mætir Messi og félögum, heimsmeistar Argentínumanna, síðasta leikur þeirra fyrir HM. Þannig að sá leikur mun vekja athygli og Japan bara búið að vera hrikalega sterkir undanfarin ár, ofarlega á FIFA listanum. Þannig að þetta var ekki erfið sala til leikmanna, þráttur þetta séu kannski löng ferðalög sem því fylgir en allir leikmenn voru tilbúnir þessu verkefni en svo náttúrulega byrjaði bara samningaviðræður við félög og þess og þar og þetta var niðurstaðan og ég er mjög ánægður með hana. Hvernig minningar ertu með þessum 1-1 HM leik á móti Argentínu? Hvar varstu svona? Ég var bara hérna á Íslandi og bara frábæra minningar, mikil spenna, ég meina til að ná úrslitum og ég þekki það mjög vel eftir að spila við Frakka nú tvisvar. Það þarftu að eiga þinn allra besta leik og sérstaklega varnarlega og svo þarftu líka svona nauðsynlega heppni á þessu leveli til að ná þessum úrslitum og ég ætla nú ekki að kalla Hannes Markmann heppinn að það var í víti frá Messi en það var Argentínumenn voru meira með boltann og en í minningunni var vörn Íslands frábær í þessu leik og það voru stórkostleg úrslit, þannig að ég myndi ekkert setja mig á móti svipum úrslitum þegar við mætum núna 9. júní. Hvað varstu svona að horfa í þegar þú varst að velja þessa tvo hópa? Var það líka erfiðara en áður að velja þessa tvo hópa þá? Já og nei, þetta er alveg, það voru náttúrulega ákveðna hömlu settar í Japansleikin, það voru náttúrulega ákveðna deildir sem er ennþá að spila sem að gera það verk og maður ekki hægt að velja það, þannig að það kannski auðvelda ákvörðuna og svo var maður kannski að bíða eftir einhverjum niðurstöðum varðandi hvað félögum vildi hleypa okkur í og svo líka samtöl við leikmenn og þess háttar. En eins og ég sagði áðan, eftir að vali og svona lítur á báða hópana, það eru báðir mjög spennandi. Það eru ungir framherjar í fyrirleiknum og vörnin og nokkurnin helst báða leikina og miðjan breytist mikið á milli hópa, á milli leikja, þannig að þetta er svona bara frábært tækifæri fyrir okkar unga leikmenn sem eru búin að spila virkilega vel með sínum félagsliðum í vetur og að sýna sig og sanna á þessu leveli og þannig að ég bara býð spenntur að sjá hvernig menn höndla þennan leik við svona kannski kringumstæðin sem að þeir eru ekki beint vanir. Vantilega búin að fylgjast vel með Viktor ykkur að skora í öðrum hverju leiki í Danmörku bara ánægilegt að sjá hvað hann er orðinn góður bara. Já, ég kom fram held í hvort það var síðasta blaðmyndi, ég gerði mig ferð til að sjá hann spila á móti Barcelona og þá líka bara, það kom mér óvart hversu þroskaður leikmaður hann er orðinn. Kortið síðan að var að spila í Íslandi og þannig að hvernig hans ferill hefur breyst mikið síðasta árið er búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með og það traust sem að FC København sem er ennþá stærsta lið vantarlega í Skandinavíu situr á hans herðar og hvernig hann hefur höndlað þá pressu er frábært og svo sá að spila með Tutlandslandslinu, hann og Daniel Tristan voru mjög góðir saman í síðasta verkefni á móti Frökkum, þannig að ég held svona hans leið sé bara hárrétt núna og núna er bara tækifæri komið fyrir hann til að kíkja á hvað við erum að gera og við að kíkja á hann og svo bara ég hef enga trú öðru en að hann muni massa þetta mjög vel. Annar framherji sem getur spilað sem fyrsta leik Benoni er búinn að vera mikið meiddur, er hann 100% og bara klár? Já, hann er það er engin lygi þegar maður horfir kannski á Benoni Breka þá er hann kannski á pari við Orra hvað varðar að klára færi sín og hann er alltaf eftir að sanna sig eins og Orri er búinn að gera á hæsta leveli það er að segja La Liga og með landsliðinu en hvernig hann er ískaldur fyrir að fara á marki hefur alltaf vakið mín athygli. Hann er með góðan haus á sér og er hjá góðum klúbbi í Englandi sem kannski oftar en ekki fer undir ratarna þegar við hefum til að fylgjast með þessu stærstu klúbbum en Stockport er mjög öflugur klúbbur og góður stað fyrir hann til að vera á. Þannig að hann er búinn að ná sér og hann er flott tækifæri hann líka. Margir öflugir framherjar, Stefán Ingi er annar sem getur spilað sem fyrsta landsleik. Þetta er lúxusvandamál. Ja, þetta er bara ótrúlega sko. Þetta er hrikalega gaman en jafnframt hrikalega erfitt og mér er vonandi eins og Stefán Ingi talandi ferilinn hjá Viktor Bjarka þá er Stefán Ingi líka búinn að eiga mjög ánægjulegt trajectory núna síðustu 2 ár á sínu ferli.
Belgíu fer svo Noregs og er núna komið til góðslýsli Hollandi þar sem hann spila reglulega og nú er þetta bara svona eðlileg þróun í hans ferli núna að fá að testa sig í landsliðsumhverfi og mín von er svo að hausverkur verður það mikill í haust að það verður erfitt að velja á milli þessara stráka og svo náttúrulega erum við að fara í gegnum kannski einhverja 4 leiki á einhverju korteri í haust þannig að það er engin leikmaður að fara að spila alla 4 leiki en að við munum þurfa á sérstaklega stórum framherjahópi úr að velja. Spenntur að sjá hvað svona breytist við að spila þetta þessa landslið? Já, ég held að sé bara, ég held sem allir einhvern veginn að renna blind í sjóinn hvað það varðar sko. Þetta er, ég tala við kollega mína og bara sem eru tengd í fótboltanum, það verður bara mjög spennandi að sjá og kannski fyrsti glugginn verður kannski svolítið svona chaos gluggi og svo verður þetta aftur tekið upp fyrir Evrópukeppnina þá er kannski menn aðeins vanar þessu en þetta líka bara snýst ekki heldur bara fótboll, þetta leikmenn eru saman líka einhverja 14-16 daga og þau gera það aldrei öllu jöfnum með sínum félagsliðum, þeir eru saman á æfingu og svo fara heim til sín og hitta sína famíljur þannig að það verður, þess vegna talaði mikið fyrir því að það verði einhverjum róteringar og jafnvel kannski heil og hálfu liðin skipt inn á milli leiki þannig að þess vegna Japansleikurinn svona sterkur upp á það að gera að það verða mikla breytingar á milli Japansleikis og Argentínuleiksins. Stórmóta fílingu bara að vera svona lengi saman og spila marga leiki? Eiginlega já, það er eiginlega hárrétt metið þannig að það mun reyna á alla leikmenn og staff. Gylfi valinn í 3. sinn í röð, minni mig. Er hann að vera aftur bara samið fastamaður eða hvað? Já, hann var bara skilið. Mexíkó var hann frábær inn á alla sem utan, Kanada var hann frábær inn á alla sem utan. Þannig að hann var bara skilið að vera áfram í þessum hóp. Þannig að ég held að segja ekkert meira það að segja en ég er bara ótrúlega ánægður með hvernig hann er búinn að taka þessari áskorun. Því að hann alveg geta verið fúll á móti og sagt mér að hoppa upp í raskatið á mér þegar ég valdi hann ekki í leikina í undankeppninni á síðasta ári. En í staðinn fyrir þá bara eldist hann og fór að haga sig bara svo unglingur og vildi bara gera hvað sem er til að komast aftur í hópinn. Þannig að mjög faglegur á alla staði. Voru fleiri útileikmenn úr bestu deildinni sem gerðu tilkall í einu setnileik? Já, þú ert náttúrulega alltaf að horfa á þess að sem eru búin að standa sig hvað best núna. Ég meina, þú ert með Aron Sig og þannig að þú ert með fleiri leikmenn sem eru alveg svona til langar að velja en svo er þetta bara alltaf, level á deildinu okkar þó þetta sé gríðarlega skemmtileg deild þá eru náttúrulega þessar deildir sem að leikmenn sem nefndi áðan eru bara að spila á hærra leveli og það vegur stundum líka ansið þungt á móti og svo líka bara þessi strákar sem hafa verið valdir hafa svo sem ekki gert neitt rangt heldur þannig að Kristján er búinn að skora í Hollandi og Albert er í stórum klubbi á Ítalíu og Kristall Mána koma hrikalega sterkur upp fyrir Brann þannig að fyrir strákarnir heima þetta er bara samkynhneigð er gríðarlega hörð en þeir eru alltaf séns. Takk hérlega.